Góðan dag, gaman að vera með ykkur, kæri samstarfsfólk og aðrir góði gestir. Það er virkilega gaman að fá að opna tómstundadaginn, þessa árlegu ráðstefnu í námsbrautar í tómstunda- og félagsmálafræði og rannsóknastofu í tómstundafræði við Háskóla Íslands. Og mér langar að byrja á því að óska ykkur öllum til hamingju með 25 ára afmælið. Það er virkilega stór áfangi að ná þessu og ykkur til hrós að hafa haldið úti þessu námi allan þennan tíma og auðvitað að halda daga eins og þessast, þar sem að tilgangurinn er að kynna rannsóknir og vekja athygli á mikilvægi tómstunda- og félagsstarfs, hvað sem litið er til þroska og lífsgæða einstaklinga, stærri félagshópa eða samfélagsins alls, og leið að vera vettvangur samtals á milli fagaðila og þeirra sem starfa á vettvangi og fræðasamfélagsins það sem efstur á baugi hverju sinni. Og Jakob nefndi það að ég sjálf hef verið mikið í félagsstarfum og finn það hvað það skiptir miklu máli að upp á það að kynnast fólki sem kemur úr af ólíkum bakgrunni, kemur ólík sjónarmið þar sem að þarf að ná samstöðu oft mjög stór verkefni og geta unnið saman þrátt fyrir ólíka hugmyndafræði, ólíka pólitík, ólíkan uppruna og þar fram til göttunum. Þannig að þetta er alveg frábært og eitthvað sem ég held að sé svo ótrúlega mikilvægt líka fyrir okkur í háskólanum að hugsa hvernig við þjálfum þetta hjá nemendum okkar. Hvernig við kennum þeim að vera félagsverur, að þau öðlist félagsmálaþroska, ekki bara félagsþroska, að þau kunni að taka þátt í þessu starfi, ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt. En tómstundadagur var fyrst haldinn 2015 og hefur verið haldinn, held ég nær óslitið á hverju ári síðan, kannski ekki COVID, allavega ekki í þessari mynd. Ég var að rekast á mynd úr COVID af henni Rósalind, þar sem ég var við vorum 2 einar í Háskólatorgi og Odda og svona, ég fékk svona pínu svona þungt í hjartað þó að það verið voða gott að sjá mynda Rósalind, rektor. En það er ótrúlega gaman að vera með þessa daga þar sem að þáttakendur koma einmitt úr ólíkum áttum, nemendur, fagfélög, vettvangurinn og fræðafólk. Og þemað er alltaf valið með það fyrir augum að endurspegla viðfangsefni samtímans og þau málefni sem eru í brennandi epli hverju sinni. Og fyrir ráðstefnur hafa þá tekist á við verkefni eldri borgar og þeirra tómstundir, óformlegt nám barna, unglinga í gegnum tómstundaþátttöku og frístundastarf, áskoranir sem tengjast tækni og samfélagsmiðlum, einelti, farsæld og útiveru. Svo dæmi séu tekin. Og í dag er yfirskriftin þessi, mikilvægir aðrir í lífi fólks. Og þá að vera að vísa til hlutverks og fagmennsku þeirra sem starfa á vettvangi frítímans að tómstunda- og félagsstarfi með fólki á ólíkum aldri. Og þó að sjónu sé kannski oftast beint að börnum og ungmennum, þá snertir þetta ekki síður starf tómstunda- og félagsmálafræðinga á heilbrigðisstofnunum, endurhæfingu og í tengslum við ýmist viðburðahald. Og ein af litlu frængum mínum, sem er nú ráðsett húsmóðir í Vesturbæ, hún lauk með þessu námi og ég man að hún opnaði virkilega augum mín því að hún var að skoða tómstundir aldraðra og ég hafði bara aldrei látið mér detta í huga að aldraðir þurfti að eiga tómstundastarf. Þannig að hún breytti minni sín á þetta nám og viðfangsefni þess og síðan nokkrum árum seinna fóru mínir foreldrar á eftirlaun og þá áttaði ég nú aldeilis á mikilvægi þessa viðfangsefnis. Þannig að aðrir í hvaða hlutverki sem þeir eru, ættingjar, fjölskylda, samstarfsfólk eða fólk einmitt á vettvangi tómstunda getur verið gríðarlega mikilvægt í litlu og stóru í lífinu. En góðir gestir, það er fjölbreytt, fróðleg og skemmtileg dagskrá sem býður ykkur hér í dag. Erindin eru mörg og spennandi, þannig ég ætla ekki að taka meiri tíma, heldur bara að segja þennan dag settan, svo ég uppfylli nú skáta fyrir heitið þetta og þakka skipuleggjendum og óska þeim til hamingju með ráðstefnuna og óska ykkur öllum góðra skemmtunar og njótið dagsins. Takk fyrir mig.